Bæði lið pressa hátt og þetta verður svona, þú veist, við erum mikið maður og mann og þú veist, þá svona. Og ég var að lýsa með Höskuld að hann getur tekið leikið svona dálítið til sín, stýrt í hvernig tempóið verður, hvenær þarf að halda í boltan og róa hlutina þess niður og eins og að kalla stundum á ljótu máli að drepa leiki. Gylfi kann þá list. Algjörlega, og hér sjáum við liðin ganga inn á völlin mjög. Þessa leikur pakkuppselt í Víkina og hér verður bara að flauta þetta stað. Góða skemmtun, kæru áhorfendur, þetta er farið á stað hér í Víkinni. Að standa yfir þessu. Höskuldur lyftir honum hérna á fjallsvæðin. Skallinn frá Damir, þvert inn í markið! Tobias Thomsen að koma Breiðablik í forystu hér! Þetta eru Blikar! Þetta vopn hafa þeir Damir búin að koma sér vel á fjallsvæðin! Skallað þvert fyrir markið og Tobias Thomsen rísanda mannahæs 1-0 Breiðablik! Já, við sjáum sko, þetta er bara sama útfærsla og var hér á hornspinninu áður að þeir taka háan fallífabolta sem við höfum kallað að inn á tegi fjær og þar kemur einn og skallar boltan inn fyrir og þeir búa sér til stöðu. Breiðablik komi hér í 1-0 forystu, markið á 7. mínútu. Tobias Thomsen öflugur í loftinu og klárar þetta. Daniel á Ekroth. Ekroth kemur með háan bolta hérna fram völlin og hér er mikill sprettur. Hér er Óskar Borgþórsson. Óskar Borgþórsson jafnar metin fyrir Víking. Þvílíkur sprettur hjá Óskari. Þvílíkur sprettur, það var allt við þetta vel gert hjá kallinu. Það kom bara einn langur Óskar Borgþórsson. Stappar að Kristinn Jónsson af og hamrar hann síðan bara með vinstri í bláhornin og Víkingur er búinn að jafna metin. Sjáum hérna Ekroth, langur, Óskar á sprettinum. Hann vissi að hann hefði stærðina yfir Kidda og sjá hann gerir þetta vel. Það er erfitt að halda boltanum svona niðri og setja í hornin. Kristinn Jónsson á bara ekki séns. Þetta er bara gullfallegt hjá hann. Víkingur 1, Breiðablik 1. Tobias kemur á móti boltan til að flikka honum aftur yfir sig, beint Oliver Ekroth. Ekroth finnur Nico Hansen í auðum vasa. Þá kemur Stígur Dillian, fyrir þetta utan á Stígur Dillian. Þetta er í stöngina. Fór að varnarmanni og þaðan í stöngina. Stórhættulegt. Þetta var vel gert hjá Stígi. Hann var alveg búinn að... Helgi lítur upp, lyftir boltanum inn að segja nýjáttina Daniel Hafsteinsson. Daniel Hafsteinsson, frábærlega gert Daniel Hafsteinsson, frábær markvarsla hjá Antoni Ara. Frábær. Og sjáum þetta Viktor Karl Einarsson, og hvað gerist hér? Viktor Karl Einarsson álitinn brotlegur, hann tapar boltanum og Viktor Karl að fá á sig hér. Aukaspyrna á stórhættulegu stað. Víkingar eru að kalla eftir rauðu spjaldin. Ég held að Viktor Karl hafi ekki verið síðasti maður þarna. Og Ívar Orri bíður hér eftir að Viktor Karl rís á fæturinn. Ég held að þetta endi með gulu spjaldi á Viktor Karl. Veist það líklega? Nei, það er rautt spjald beint á Viktor. Viktor Karl Einarsson fær hér rauða spjaldið og Blikar eru manni færri hér. Ég var að velta fyrir mig þetta var hversu langt að væri frá pressunni en Daniel Hafsteinsson, hann bara mun ekki syngja það í samskettunum. Nei, við höfum séð það áður. Gylfi Þór með aukaspyrnuna beint hins vegar í markmannshorni og það er Karl Friðleifur. Gylfi í fyrsta, finnur hér Danielinn á tegnum. Daniel með frábæra snúning, Daniel Hafsteinsson er ennþá með hann, hvað þarf hann að gera? Gylfi biður hann, Gylfi hér á hægri fætinum, Gylfi með skotið en Anton Ari mættur þarna í hornið og tekur þennan. Virkilega. Til vinstri og hér Helgi Guðjónsson. Helgi lyftir hann að mynda sér á tegin, þetta er yfir allan pakkan og Davíð Ingvarsson ætlar að skýla þessum hérna aftur fyrir en hér hins vegar vinna Víkingaboltan. Valdimar frábær! Varslar! Já, Antoni Ara! Máni!
bara shit er orðið sem við erum að leita hérna. Þvílík markvarsla hjá Antoni Ara Einarsssyni hér. Heldur Blikum bara hér, heldur betur á floti. Þetta er sko, það er svo sem ekki að tegist siktir hann svolítið á hann, en þetta er mjög fast. Gylfi opnar hérna út til vinstri á Helga. Daniel biður boltan. Þá Gylfi Þór setur hann síðan fastan á tein, stígur til hliðar og það er mark! Víkingur tekur forystuna, Blikar vilja ráðstöðu en fá hann ekki og Valdimar Þór Ingimundarson búinn að koma heimamönnum í forystu 2-1. Það eru búin að liggja á þeim síðustu mínúturnar eftir að þeir eru verið manni fleiri og þetta var bara snýrtileg spil hjá Víkingunum og vel afgreitt. Sjáum hérna sendingin hjá Gylfa og þetta endar hjá Valdimar Þór Ingimundarsyni. Það er engin rangstæður. Nei, séðan. Já, hornspyrnan hjá Höskuldi kemur hér á fjársvæðið. Skallið fendir í markið! Er jafna metin! Blikar jafna! Manni færri! Arnór Gauti Jónsson jafnar! Og nú er það spurningamarkið! Máni Pétursson! Já, ég sagði þér að þetta er skrítin skipting að breyta dýnamík í liði sem öll völd á vellin. Þetta er skrítin skipting og maður hlýtur að setja spurningamarki við hana með völdi sem Víkingarnir höfðu á vellinu. Nú er staðan orðin 2-2 og nú þarf Víkingarnir að koma sér inn í leikinn. Þetta er náttúrulega hrikalega vel gert hjá Arnari að hendi sér bara boltan Arnór Gauti, kassar hann inn og allt í hann, auðvitað. 7. hornspyrna heimamanna. Kemur spyrnan inn að markinu! Þetta er Karl Friðlaugur, skallar hann í varnarmann Blika. Óskar sér með fyrirgjöfun, Anton Ari kýlir þetta í burtu og skotið síðan. Blikar vilja fá eitthvað þarna. Og síðan stöðvar hér Ívar Orri leikið, það er Sveinn Gísli með sendinguna hins vegar beint á Damir Múmínovits og hann finnur hér Ágúst Orra. Sjáum hérna sprettina á Davíð Ingvarssoni, Davíð Ingvarsson á flegiferð. Hann er að togna hér, Ólafur Ekron, hér er Davíð Ingvarsson fyrir markið og Víkingar bjargaði sig hérna. Ólafur Ekron, sennilega að togna. Hornspyrnan kemur hér á fjær og hér gerist eitthvað inn í teiknum. Blikar að koma þessi í burtu, ná að koma þessu frá, rétt svo Ágúst Orri kemur hann síðan í burtu á Valgeir og Ágúst Orri á sprettinum. Valgeir kemur síðan með sendingunni hérna upp. Ingvar Jónsson er komið til markinu og hann nær að koma við boltan. Það munaði ekki miklu að Ingvar hefði bara nært hann niður. Halldór Ornarsson vil fá aukaspyrnu hérna á Ingvar en svo er aldrei hann er undan í boltan. Hér kemur langt innkast inn á teig. Davíð skallar í burtu og þá flautar Ívar Orri Kristjánsson til leiksloka. 2-2 jafntefli niðurstaðan hér í Víkinni. Víkingur 2, Breiðablik 2. En Blikar hins vegar spiluðu síðari hálfleikinn mestmegnis manni færri. Viktor Karl Einarsson fékk rautt spjald á 52. mínútu þegar staðan var 1-1. Skömmu síðar komust Víkingar í 2-1 með marki frá Valdimar Þór Ingimundarsyni. En Arnór Gauti Jónsson jafnaði metin á 73. mínútu og það verður rætt og ritað þessa tvöföldu skiptingu Sölva Geirs Ottesen þegar Víkingar